Góðan daginn. Gaman að sjá ykkur. Nice to see you all. Og velkomin öll á samkomu. And feel free. Hér fámennt en mjög góðmennt. Here's very few people, but we have good people here. Og Guð mætir alltaf hvort sem það fáir eða margir. God always comes and meets his people, whether there are few people there or there are a lot of people. Í dag við erum komin hér ekki bara til að hitta hvert annað. We are not just here to meet one another and see one another. Ekki eingöngu, við erum komin hingað aðallega til að hitta Guð. We are also mainly here to have a reunion with God. Og lofa hann. And praise him. Og Guð kannski þarf ekkert á því að halda. God maybe not is needing it. Við þurfum á því að halda. We have a need of it. Og þó það komi sumar á Íslandi, even though there is summer in Iceland, þá þurfum við samt á því að halda að koma saman. But we still have a need for coming together. Halleluja, þannig að við bara okkar vegna þá þurfum við að lofa Drottinn alla daga. For our own sake, we need to worship the Lord every single day. Í dag hún Tinna mín með náðgjörðina. Today, Tina is taking care of the worship. Og Herdís og hennar yndislega dóttir Elisabeth með barnastarfið. Herdís and her wonderful daughter is taking care of the children's work. Og Ron ætlar að tala til okkar. And Ron is going to preach to us. Halleluja. Og ég ætla bara að vera með aðeins nokkrar tilkynningar. I just have a few announcements for us. Og svo ætla ég bara að byrja og byrjum. And then I'm going to pray and we will just going to start. Ég verð að segja frá biblíuskólanum okkar. I need to tell you about our Bible school. Hann heitir að leggja grunninn. The name of it is laying the foundations. Hann á föstudögum frá klukkan 5 til 6. We have this Bible school at 5 to 6 on Friday nights. Og allir velkomnir og það frítt. Everybody is welcome and it's free. Og þú getur komið bara í stakt skipti ef þú bara dettur í hug, koma einn föstudag kontu. If you want to just come in an individual Friday, you're welcome. It's not all or nothing. Föstudagar frá 5 til 6. Fridays from 5 to 6. Svo það á þriðjudögum erum við með bænastundir, bæna- og lofgjörðarstundir. And then on Tuesday we have prayer and worship time. Klukkan 7 eða klukkan 19. At 7 o'clock in the night. Æðislegar stundir. Wonderful nights. Endilega komiði á þær. Please come and join with us. Ég fer alltaf betri manneski heim. I'm always a better person than when I leave, when I go home. Og mér langar að lesa bara 2 sálma fyrir okkur áður en við höldum áfram. I'm going to read 2 psalms for you before we continue. Fyrri sálmurinn sálmur 28, vers 6 til 9. First is Psalm 28, 6 to 9. Og einhver kannski lesa á ensku fyrir mig síðan. Somebody reads in English afterwards. Okay. Ég les bara fyrst á íslensku. I read in Icelandic first. Lofaðu sé Drottinn því að hann hefur heyrt grátbeiðni mína. Drottinn styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp, því fagnar hjarta mitt. Með ljóðum mínum lofa ég hann, Drottinn styrkur líðs sínum, vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína. Ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu. 6 til 9. Praise the Lord, for he has heard my cry for mercy. The Lord is my strength and my shield. I trust him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. The Lord gives his people strength. He is a safe fortress for his anointed king. Save your people, bless Israel, your special possession. Lead them like a shepherd and carry them in your arms forever. Amen. Og hinn sálmurum var sálmur 27. The other psalm is Psalm 27. Og vers 4 til 6. And verse 4 to 6. Og þetta eitt af mínum uppáhaldsversum. This is one of my favorite verses. Og það segir svo,
Eins hef ég beðið Drottinn, það eitt þrái ég að fái að dveljast í húsi Drottins alla ævidaga mína, til þess að horfa á yndisleik Drottins og leita svara í musteri hans, því að hann geymir mig í skjóli sínum á óheilla deginum, hylur mig í fylgsnum tjaldsins og lyfti mér upp á klett, og nú ber ég höfuðið hátt. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek the most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating in his temple. For he will conceal me there when troubles come. He will hide me in his sanctuary. He will place me out of reach on a high rock. Then I will hold on my head high above my enemies who surround me. At his sanctuary I will offer sacrifice with shouts of joy, singing and praising the Lord with music. Amen. Berum höfuðið hátt. Let's carry our heads high. Við tilheyrum konungi konungana og drottni drottna. We belong to the King of Kings and the Lord of Lords. Ekki vera niðurlút. Let's not be bowed down. Berum höfuðið hátt því við vitum hver við erum. Let's carry our heads high because we know who we are. Og við vitum hver hann er. And we know who he is. Amen. Amen. Þannig að nú ætlum ég bara að biðja áður en tinn okkar tekur við. Ég ætla bara að biðja á íslensku. I'm going to pray in Icelandic before Tina starts to do the worship. Já. Og ég ætla bara að biðja ykkur að rísa á fætur og endilega biðja með mér. Let's stand up and pray with me. Halleluja. Ég þakka þér himneski Faðir að við erum komin hér saman í dag. Við erum komin saman í hús þitt, Faðir, til þess að lofa þig og til að lofa þitt nafn, heilagi Faðir. Ég þakka þig fyrir að þú ert nálægur. Þú ert nálægur öllum þeim sem ákalla þig í sannleika, Faðir. Ég lofa þig, Faðir, að við megum bera höfuðið hátt, því að við vitum hver við erum og við vitum hver þú ert líka, Faðir. Ég lofa þig fyrir þennan dag og ég þakka þig fyrir að þú ert þegar komin hérna. Þú ert þegar komin hér mitt á meðal okkar. Og ég býð þig, heilagur andi, ég býð þig velkomin, ég býð þig að taka yfir í Jesú heilaga nafni. Við þörfnumst þín svo mikið, heilagur andi. Og ég þakka þig fyrir þennan dag sem þú skapaðir, sem er dásamlegur. Það er nýtt upphaf í dag, það er hreint borð í dag, halleluja. Gærdagurinn er farinn og það er nýr dagur í dag og Drottinn er með nýja hluti í dag. Eins og þegar Ísraelsmenn fóru eyðimörkina, Guð hafði nýtt manna á hverjum einasta degi. Þau gátu ekki borða manna sem var í gær, þá myglaði það. Hann kom með nýtt manna frá himnum á hverjum einasta degi. Þannig að við skulum bara koma saman í dag og þiggja það sem Drottinn er með fyrir okkur í dag. Brauð frá himninum. Amen. Takk, Jesús. Halleluja. Gjörðu svo vel til það.
This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. Dear Lord. And I'm lost without you. This is my daily bread. This is my daily bread. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And
So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake became born. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful
to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you tonight. Thank you, Jesus. I want to see you tonight. You are holy, and I want to see you. I want to see you, dear Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah. Hallelujah. Good to see all of you today. Gott að sjá ykkur öll í dag. And very warm welcome to Rabbi Hilder. Velkomin Hrafnhildur. We've been friends for many years. Við erum búin að vera vinir í mörg ár. Gaman að sjá þig. You know, 24 years ago, Fyrir 24 árum síðan, close to this time, á svipuðum tíma á þessum núna, we came to Iceland for the very first time. þá komum við til Íslands í fyrsta It was skipti. the end of June, Þetta var í endi júní. and we were at a church in Kópavogur called Crossen Church. Við vorum í kirkju sem hét Krossin sem var í Kópavogi á sínum tíma. And it was a Sunday afternoon. The service started at 4:30. Þetta var í eftirmiddaginn á sunnudegi, samkoman byrjaði klukkan 4:30. The worship was beautiful, Tilbeiðslan var yndisleg. but there was a young lady that was dancing in the Það var front. ung kona sem var að dansa fyrir framan. Beautiful spiritual dancing in that particular service. Og það var yndislegt að sjá þetta á þessari samkomu. It was the first and the only time that I saw it until now, Það var fyrst skipti sem ég sá það síðan þangað til núna, at least in Iceland. allavega á Íslandi. And I haven't seen that lady for many years Og ég hafði ekki séð þessa konu í langan tíma. until she came to IAM Equipping Center Þannig að hún kom í IAM Equipping Center, and started to lead us in worship. þannig að hún byrjaði að leiða okkur í tilbeiðslu. And that was Tina. Það var Tinna.
Now, Tina's got an amazing gift. Tinna myndislega She gjöf, is a worshiper. hún tilbyðjandi. And if you had been with us on Tuesday night, Ef þú hefur verið með okkur hérna á þriðjudagskvöldi I mean, we had such an amazing time in the presence of the Lord, and she led us in worship. og við hafðum frábæra stund hérna á þriðjudagskvöldið og hún leit okkur í tilbeðslu And it was like heaven just decided to visit us at that moment. og það var eins og himinninn bara ákvað að heimsækja okkur á þeim. We were not many people, Það var ekki margir sem voru but you know, God doesn't need many people to manifest. Guð þarf ekki marga einstaklinga til þess að He was opinbera here sjálfan sig. Hann var And hér it was og þetta powerful. var kröftugt. And I want to encourage you, You come will and not join forget us that. as we, sorry, come and join us as we pray for the nation on a Tuesday. Og ég hveti ykkur að koma hérna á þriðjudögum þar sem við erum að biðja fyrir þjóðina. I believe God is starting something. Something is beginning to, to start in this nation. Og ég trúi því að Guð sé að það byrja eitthvað að nýja hluti í þessari þjóð. God so much wants to pick up the momentum of prayer in this nation. Guð þráir svo mikið að sjá að það verði svona skriðþungi í bæn. So come and join us on Tuesday night at 7 o'clock. Og ég hveti ykkur að koma til okkar á þriðjudagskvöldum klukkan 7. Then we have the amazing time on a Friday night Sen höfum við þessar samkomur á where föstudagskvöldum. where together we learn about the Word of God. Það komum og við lærum við orð Guðs. And one of the things, some of the things that we are doing is we try to not only impact your knowledge, Það sem við erum að leitast við að gera er ekki bara að hafa áhrif á but vitsmunaverð, through these classes, heldur í gegnum þessa we want to impact your heart viljum við hafa áhrif á hjarta and also your hands, og líka hendur þínar. because we want you to be postured more closely to the Lord. Vegna þess að við viljum sjá þig ganga nær drottni. But then also we want you to be doing something. Og við viljum líka og sért að gera ákveðna hluti. We want you to serve Him in practical ways. Okkur langar til þess að biðja þeim að þjóna honum viljum að við þjóna honum á svona pragmatískan hátt. So that is what these Bible studies are for. Og til þess eru þessar biblíukennslu sem við erum með. You have to bring one of these with. Þú voru að mæta svæði með svona biblíu We don't allow phones on a Friday night. og við lefum ekki símana þannig. You've got to bring a physical Bible with you. Þú ert að koma með svona I still biblíubók believe in the physical Bible. á föstudögum. Ég hef miklu trú á því að vera með biblíuna í hendinni. And so bring this with you and it'll help you. Mæta svæðið með bókina. Now, open the Bible in front of you and turn to the book of 1 Thessalonians chapter 5. Ég vil að biðja ykkur að fara í 1. Þessalóníku bréf, 5. kapla. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 and 24. Og við erum að fara að líta á vers 23 og 24. All right. You got it? Eru þið mæta Okay. svæðið? May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar sál og líkami varðveitist alheil og vamlaus við komu drottins vors Jesú Krist. Trúr sá sem yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Father, we pray that you would bless your word today. Faðir, við biðjum þú blessa We come orðið þitt í before dag. you today because we are hungry. Við komum til fram fyrir þig vegna þess að við erum hungruð. Use your word to speak to every one of us. Notaðu orð þitt til að tala til sérhvers okkar. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. In the book of Acts chapter 16, Í Póstólasögunni 7. kapla the Apostle Paul had a vision one day þá fékk Páll postuli sýn einn dag. in which he saw a man from Macedonia say to him, come and help us.
og hann fekk sína manni frá Macedoníu og í síninni sagði maðurinn frá Macedoníu, komdu hingað og hjálpa það. And so the Bible says he decided to go to Macedonia. Og Biblían segir okkur að Páll ákvað að fara til Macedoníu. In the next chapter, chapter 17, it says that he was in Thessalonica. Og í kapla 17 þá segir Biblían okkur frá því að hann var Thessalonica í Thessalóníku. was the capital city of Macedonia. Thessalóníka var höfuðborgin. So Paul is in this city Og Páll var í þessari and borg he starts to preach the gospel. og hann byrjaði að predika fagnaðarerindi. Now there was a lot of wealthy people living there, Það var mikið að auðugu fólki sem bjóða þessu svæði. and the Bible says a lot of Jews gave their lives to Christ, Og Biblían segir okkur að mikið að gyðingum gaf líf sitt til plus some Krists. Greeks, Síðan voru líka einhverjir Grikkir sem bættust í hópinn. and that's how the church was started in Thessalonica. Og þannig byrjaði kirkjan í Well, Thessalóníku. Paul couldn't stay there very long. Páll gat ekki verið þarna mjög lengi í He had Thessalóníku. to leave to go somewhere else. Hann þurfti að fara og fara annað. And so he sent Timothy there to encourage the church a little bit. Og þess vegna sendi Páll Tímóteus til Thessalóníku til And að what, uppverja kirkjuna. what he decided to do was Og hvað sem hann ákvað að gera var, he would just write them a letter to encourage them as the church. og hann skrifaði bréf til þeirra til þess að uppverfa það. Now, when you read the letters of 1st and 2nd Thessalonians, Þegar þú lest Thessalóníku bréf 1 og 2, Paul doesn't rebuke them for anything, þá ávítar Páll þá ekki fyrir neitt. like he rebuked the Corinthians Eins og hann ávítaði Kórintamenn and the Galatians. og Galatamenn. This is like a letter from a loving father to his children. Þetta eins og bréf frá elskandi föður til barna sinna. But one of the things that it does encourage them, En eitt af því sem að Páll As he- hvetur Þessalóníkumenn að gera, as it comes to the end of this letter, þegar hann kemur að endanum á þessu bréfi he says to them, hann segir við þá, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. og hann segir, sjálfur friðarins Guð helgiður algjörlega andi, þar sál og líkami varðveitist. Now, he brings up- Jésu Krist. Sorry. Now he brings up a very important topic. Og hann kemur hérna með mjög mikilvægt atriði. And I got to tell you, this is a topic that the church has misunderstood for many years. Og þetta atriði sem að kirkjan hefur miskilið til fjölda ára. It is the issue of sanctification. Þetta hefur að gera með að helgun. Now, I was saved when I was 14 years old. Ég var frelsaðist þegar ég var 14 ára gamall. And, you know, one of the things that was echoed in every church that I went to was, you have to be holy. Og það sem var hljómað í öllum kirkjunum sem ég kom í var þetta að þú verður að vera heilagur. But Scott and Crystal will probably agree with me, you know, we had misunderstandings about what it meant to be holy. Og sko, Dennis fyrir örgulega sammála mér að það hefði miskilning með það hvað það þýddi að vera Because for us, at least in Cape Town, South Africa, holiness had to do with what you looked like on the outside. Og vegna þess að allavega í Suður Afríku í Höfðaborg þá var það þannig að þetta fjallaði það hvernig maður liti út í hinu ytra. So if the way you look didn't measure up to what people thought a Christian should look like, then you weren't holy. Og ef þú leist ekki út eins og samtíminn þá og kirkkristinn þá töldu að þetta ætti að líti út eins og heilagur einstaklingur, þá varst ekki heilagur. So in the 70s, the men had long hair. Á 7. áratugnum þá voru We had bell bottoms. Can you imagine I had long hair? No, you can't, but I did. Please don't ask for my wedding photos. Ekki biðja brúðkaupsmyndirnar mínar. Women used to wear slacks. Konur voru vanar að vera bara In those days, it was considered to be men's clothing. og buxur áttu konur ekki verið í á þeim tíma. And so, to us, sanctification had to do with what you looked like. Og fyrir okkur þá var helgun það hvernig maður leit út. So, that's the first reason why sanctification was misunderstood. Þetta var ein fyrsta ástæðan fyrir því af hverju helgun var Because we simply said that if you just wear a dress
instead of a slacks, you'll be holy. Og við raun og vorum bara sögðum, ef þú ert bara í kjól en ekki í buxum, þá ertu heilug. That's how ridiculous we were. Þetta var svona fáránlegt hvernig við héldum að hlutinni Which means sem þýðir það that you and I að ég og þú were responsible for our own sanctification, að við vorum sjálf ábyrg fyrir því að helga sjálf okkur. which is not what the Bible is saying to us. En það ekki það sem Biblían að segja okkur hér. And we didn't understand, in the third place, we didn't understand what needed to be sanctified. Og við skildum heldur ekki hvað það var sem að þurfti að vera helga. Now, may I just say to you, Má ég segja þetta við ykkur? Paul says, the one who calls you is faithful and he will do it. Og sá sem að, Páll segir, sá sem að kallar yfir trúr og hann mun koma þessu til leiðar. He will sanctify you. Hann mun helga ykkur. Okay? So now, what is sanctification? Hvað þá helgun? It means to be made holy or to be set apart for God. Það þýðir að verða heilagur eða settur til hliðar fyrir Guð. It has to do with giving God ownership of everything. Og það hefur að gera með að gefa Guði vald yfir öllum hlutum í lífi sín. And there are 3 dimensions to sanctification. Og það svona 3 svið helgunar. The first dimension is about a past event. Og í fyrsta lagi þá fyrir það sem hefur gerst í fortíðinni. It's about the fact that you and I gave our lives to Jesus Christ. Það hefur að gera með það að ég og þú, við gáfum líf okkar til Jesú Krist. We invited him in. Við buðum hann velkominn inn í líf okkar. And he came and he changed us. Og hann kom inn í líf okkar og That is the past event. Það það sem lið. If you want to go even further back than that, Ef við viljum fara aftar en það. it is the fact that Jesus made it possible through his death on the cross. Og það staðreyndin sú að Jesús gerði þetta möguleika í lífið þitt vegna þess að hann dó á krossi. That's the past event. Það það sem liðið. Without that, you cannot be sanctified. Án þess sem liðið getur alls ekki orðið. Without Jesus living inside your life first, you cannot be sanctified. Án þess að Jesú lifi innra með þér. You need to be a þá Christian. getur alls ekki helgast. Þú verður að The vera second, kristinn einstaklingur. the second thing has to do with a present process. Og síðara, númer 2, það hefur að gera með það sem í gangi í núinu. Because the truth is, we are being sanctified every day. Vegna þess að við erum að helgast á sérhver dag. And the fact is, God's going to use circumstances in your life Og Guð mun nota kringumstæður lífsþíns to sanctify you, til þess að helga þig. to bring you to that place where you fully surrender to Him. Það sem að færa þig á þann stað þar sem þú ert algjörlega gefin honum. And so your life here and now is that you are in the process of being sanctified. Og það lífið þitt þar sem þú hér og nú það að þú ert í þessum ferli að helgast. What is the goal of sanctification? Hver tilgangur helgunar? So that you can look like Jesus. Til þess að við getum verið eins So og that you Jesú. can be like Jesus. Þannig að við getum litið út eins og That's the Jesú. goal of sanctification. Það tilgangur helgunar. And then there's a future completion. Og síðan það þetta sem hefur að gera með Because the framtíðina. Bible says in the book of 1 John, we will be like him when we see him. Og síðan segir að Biblían að við munum verða í líkingu hans þegar við munum sjá hann. And I look forward to that day Ég laka til þessar umbreytingar when I dags see him face to face þegar ég sé hann auglitist til and I auglitis am like him in his glory. og ég ummeitast til hans stýrðar. So now what is the process? Hver ferillinn? Sanctification is the ongoing work of the Holy Spirit in our lives. Helgun þessi áframhaldandi ferill í lífum okkar. So that eventually we can look like Jesus. Til þess að við á endanum getum litið út eins og Jesús lítur út. Once again, you Einu sinni. cannot sanctify yourself. Ég ætla bara að leggja áherslu á þetta aftur. They- Þú getur ekki helgað þig sjálfur. The only thing that you can do Það eina sem þú getur gert, is to submit yourself to the work of the Holy Spirit. eina sem þú getur gert að gefa þig verki heilags anda. Because once again, Yeah, the einu Bible sinni. says, Ég legg áherslu á. may the God May of Guð- peace Guðfríðarinn, sjálfur Guðfríðarinn, sanctify you through and through. helgiður algjörlega. Oh, amen? Amen.
May the God of peace sanctify you through and through. Megi sjálfur friðarins Guð helgi yður So, algjörlega. literally, every day I need to submit myself to the Holy Spirit and say, Holy Spirit, I give you permission to sanctify me. Þannig að sérhverjum dag þá þarf ég að gefa mig heilugum anda og gefa honum leyfi til þess að helga mig. So now, let's look a little bit at what needs to be sanctified. Og skulum við líta aðeins á hvað það þarf að vera helg. Because Paul says, may your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus. Vegna þess að hann segir hérna, megi andi þar sál og líkami varðveitast alheilt og vamlaus við komu Drottins og Which Jesú Krists. means that my body must be sanctified. Sem þýðir að líkami minn þarf að vera helgaður. It means that my soul must be sanctified. Það þýðir að sála mín þarf að vera helgur. And it means that my spirit must be sanctified. Það þýðir að andi minn þarf að vera helgaður. So let's talk about that a little bit. Skulum tala þetta aðeins. Let's talk about how you are made up as a person. Skulum aðeins tala það úr hverju þú ert búinn til úr. I don't know if you know this, Ég veit ekki hvort þú sért meðvitað þetta. but there are three parts to you. Ja, ég veit ekki hvort þú sért meðvitað þetta, en þú ert ein vera. I see a beautiful smile and a wonderful hairstyle Ég sé fólk upp með flotta hárgreiðslu og yndislegt bros. and all the things that you can do to make yourself look pretty and handsome. Og allt sem hún gerir til þess að líta vel út. But that's not all that is about you. En það ekki það eina sem að hefur að gera með því Because sig sem veru. Paul says there are three parts to you. Vegna þess að Páll segir að þú ert ein vera. Now let's start at the most important part. Við skulum byrja á mikilvægasta hlutanum. You are a spirit. Þú ert andi. That's the first thing about you need to understand. Það að fyrsta sem þú þarft að skilja með sjálfan þig. The Bible says Biblían segir, God is a spirit Guð andi and his worshippers must worship him in spirit and in truth. og tilbeðendur hans þurfa að tilbiðja hann í anda og sannleika. You cannot worship God in spirit if you are only a body. Þú getur ekki tilbiðið Guð í anda ef þú ert einungis líkami. You are able to worship God only because you are a spirit. Þú getur einungis tilbiðið Guð af því að þú ert andi. This is the deepest part of you. Þetta dýpsti hluti veruðinnar. This is the part of you that relates directly to God. Þetta sá hluti sem að tengir þig beint Guði. In fact, this is the part of you that was saved when you gave your life to the Lord. Og þetta sá hluti sem að frelsaðist til að þú gafst Guði lífið. Your spirit was saved. Það var andiðinn sem frelsaðist. And this is where the Holy Spirit lives. Og það andi Guðs býr í þínum In anda. the deepest part of you, he lives in your spirit. Og í dýpsta hluti andaðins þá dvelur andi Guðs og býr þar. Now, elsewhere in Scripture, it's also referred to as your heart. Og í ritningunni þá líka vísa til andan sem hjartaðins. Okay? This is the part that is aware of God. Þetta sá hluti sem meðvitaður Guð. This is the part that communicates with God. Þetta sá hluti sem hefur samskipti við Guð. This is the part of you that will live on after you die. Þetta sá hluti sem mun halda áfram eftir að þú deyr. So when your body is buried in the grave, Þegar líkaminn fer ofan í gröfina, you will live on. þá muntu lifa áfram. You know, we lost our grandson last year in May month. Við mistum son okkar í maí seinasta ári. And a few weeks after the funeral, Og nokkrum vikum eftir jarðarförina, my son came to us one day. þá kom sonur minn til okkar einn daginn. And he said to me, he said, you know, Dad, I had the strangest dream. Og ég fekk mjög sérkennilegan draum, pabbi. He said, I saw Jesse, that is his son or our grandson. Ég sá Jesse sem sonur hans og sonur okkar. Standing and holding the hands of his two great-grandfathers. Og hann hélt í hendurnar á langöfum sín. Now this is my dad and Ann's dad. Þetta pabbi minn og pabbi Ann. They have both gone to glory. Þeir eru báðir farin inn í dýrðina. And he says, I saw Jesse
holding the hands of his two great-grandfathers. Og ég sá hann halda í hendurnar á, Jesse halda í hendurnar And they á turned langafa sín. around and they walked towards the light. Og þau gengu saman að ljósinu. And that just confirms Og what þetta I'm staðfestir. speaking to you about today. Og þetta staðfestir það sem ég að tala við í dag. Even though we laid his body in a grave, Jafnvel þó að við höfum lagt líkamans í gröf, his spirit is alive with Jesus today. að þá andi hans lifandi með Jesú í dag. And that goes for every one of us. Og það verður að gera með sérkvært okkur. When I close my eyes on this earth, Þegar ég loka augum mínum á þessari jörð í seinasta skiptið, my spirit still is alive with Jesus in glory. þá andi minn lifandi í dýrð á So heiminum með I drottni. am a spirit. Ég andi, You are a spirit. þú ert andi. Number one. Númer 1. Then number two is you possess a soul. Og síðan áttu eitt stykki sál. That spirit has a soul. Þessi andi á eitt stykki sál. Now, the soul of man, Sálamanns. this is the seat of your mind. Þetta er það sem að hugurðinn situr og In other ríkir. words, your ability to think and to reason, that's your mind. Þar hugurðinn þessi eiginleiki til þess að hugsa og gera ráð fyrir. So the soul is the Ranka seat velta of the fyrir. mind. Sálin sæti hugans The soul is also the seat of the will. og sálin líka það sem að viljinn starfar. That is your ability to make decisions. Það þinn eiginleiki til þess að taka ákvarðanir. The soul also is the seat of the emotions. Sálin líka sæti tilfinningana. That is your ability to feel. Það eiginleiki þinn til að finna til. I feel sad. Ég finn til I'm leiða, I'm happy. ég glaður, I'm angry. ég reiður, I'm frustrated. ég pirraður, I'm joyful ég fullur af gleði and excited. og rosa spenntur. Spennandi. Það er mjög spennandi eftir hann. And that is emotions. That is Those are all tilfinningar. emotions. Þetta er allt saman tilfinningar. Now listen, there are many thousands emotions that you can, but every feeling you have, that is your emotions. En sér tilfinning sem hún hefur, það hefur að gera með And tilfinningar. that is part of your soul. Og það tengist sáluðinni. The soul is the part of you that the devil targets. Sálin sá hluti af þér sem að óvinurinn, sem djöfullinn reynir að hafa áhrif á. You will not target your soul because the Holy Spirit lives there. Hann ræðst ekki á andanum djöfullinn af því að heilagur andi býr þar. But he will target your soul. En hann hefur áhrif, hann leitast við að hafa áhrif á sáluðinni. And you know where he starts? Vitið þið hvað hann byrjar? He starts here. He starts with the mind. Hann byrjar í hugan. And he starts with ungodly thoughts, Og hann byrjar með óguðlegum hugsunum, ungodly ideas, óguðlegum hugmyndum, ungodly suggestions. óguðlegum tillögum. He will tell you things that are not true about you. Hann segir þér hluti þig sem ekki sannir þig. In the 1990s, Anne and we were involved in a lot of deliverance ministry. Já, 10. áratug seinustu aldar þá var ég og hann mjög mikið í því að hjálpa fólki verða frjáls frá illum öndum. And when you just get started in deliverance ministry, if you're not trained, you are stupid. Ef þú byrjar í því að hjálpa fólki verða frjáls frá djöflum og þú ekki fengið neina þjálfun, þá lendir í smá vandræðum. That's what we were. That's what I was, at least. I was just stupid. Já, ég var bara vitlaus að koma að þessu á þeim tíma. Until I found out Þangað til ég fattaði that while I was casting out demons, að meðan ég var að kasta út illum öndum, God really wanted to change the mindset of the person. þá vildi Guð breyta líka hugafari viðkomandi. And a lot of our deliverance Og mikið af þessum skiptum sem vorum að hjálpa fólki að verða frjálst frá djöflum started to take place byrjaði að eiga sér stað when we first sat down the person and corrected stupid thinking. og við settumst niður með ákveðnum aðilum og hjálpuðum þeim að losna við heimskulegar hugsanir. Karen calls it stinking thinking. Karen kallar þetta
illa líktandi hugsanir. If you look at the book of First or Second Corinthians, Paul talks a lot about pulling down strongholds and suggestions and things like that. Og í fyrsta og öðru Korinthubréfi þá var Páll að tala mikið það hvernig að rífa niður vígi, brjóta niður vígi í hugum sál okkar. We need to Við erum að skilja that the bulk of deliverance that takes place in the church has to do with the mind. Og við erum að skilja að stór hluti, eða stærstu hluti af því að verða frjáls hefur að gera með að verða frjáls í hugan. And you know, we can be casting out demons until we blue in the face and do it every week. Og við getum kastað á djöflum í hverja einstu viku. But until the mind is renewed, En ef að hugafarið í huganum breytist till we actually know what Jesus died for, og við sjáum í raun í skýru ljósi af hverju Jesús dó fyrir og hvað hann sigraði á klossinu and how the devil is held captive, og hvernig óvinnurinn hendur we fólki í will fjötrum. always try and seek deliverance. Þá munum við alltaf sækjast eftir lausn And we will go through that same process over and over and over again. og við förum í gegnum sama ferilinn aftur og aftur And og guess aftur. what? Og vitið þið The hvað? devil loves it. Að djöfullinn alveg fílar He þetta loves gott. the fact that you're rolling on the floor. Hann alveg elskar að sjá And fólk foaming at the mouth. He loves that. Hann elskar að sjá fólk As rúlla á long as gólfinu he og can keep you in that roller coaster all the time, svo lengi sem hann heldur þér í þessum rúlu kringustæðum sem lengst. he knows that you're not going to be free. Hann veit að þú munt aldrei verða frjáls á þennan móta. But until Jesus Christ fixes your mind, Þannig til þú leifir Kristi að eiga við hugafarið. until our minds are renewed, Þannig til að hugafarið endurnýjað. we're going to continue that craziness. Þá mun lífið halda áfram í þessum rússipanna. So to Paul, the first step in casting out demons was dealing with the mind first. Og fyrsta fyrir Páli að eiga við djöfla var að eiga við hugafarið. Amen? Amen. Amen. We have to set the record straight. Við verðum að segja þetta eins og þetta er. So, you are a spirit, Þú ert andi, you possess a soul, þú átt eitt stykki sál which is your mind, your will, and your emotions. sem viljiðinn, And then, hugðinn, viljiðinn og tilfinningar og númer 3, you live in the body. þú býrði líka. You live in the body. Now, your Fyrir body Líkaminn is the temple in which the mind, the emotions and the spirit lives in. og það þar sem að hugurðinn og tilfinningar búa. And obviously the body has to do with our physical life and our actions. Og líkaminn hefur að gera með okkar líkamlega líf og hvað við gerum. Incidentally, our physical life and our actions come as a result of what happens in the soul. Og okkar líkamlega líf og gjörðir okkar hafa að gera með hvað er að eiga sér stað í sál okkar. Because you think something, Vegna þess að þú hugsar eitthvað, then you develop a feeling about it, vegna þess að þá farðu tilfinningu and then you það make sem a þú hugsar. decision about it. Og síðan þegar þú komið með tilfinningu og ert að hugsa That þá tekur ákvörðun. That decision needs an outlet, Það er þannig sem að hlutirnir eiga and sér that is stað. where your body comes in. Og það er þannig sem að líkaminn kemur inn í Because kringumstæðuna. you begin to act what you've been feeling and thinking, Þú byrjar að framkvæma það sem þú finnur og hugsar. and ultimately deciding. Og á endanum sem tekur ákvörðun So Paul says, Páll segir, may your whole body, megi allur líkaminn, soul and spirit sál og líkami, be kept blameless at the coming of the Lord Jesus. varðvistist aðeins og vamlaus við komi drottins og Jésu Krist. In other words, may our spirit, souls, and bodies be sanctified Með öðrum orðum megi andi, sál okkur og líkami helgast. until the day we see Jesus Þangað til að dagurinn kemur að við sjáum Jésu and we are like Him. og við erum eins og hann er. So how does this happen? Hvernig gerist þetta? Quickly, I want to show you how these three parts of you can be sanctified. Það er nú að ég útskýra mjög hrætt. Hvernig geta þessi þrír hlutar helgast í lífiðinu? So, what does sanctification of spirit mean? Hvað þýðir helgun á anda í raun? Simply this. Það er einfallega þetta. It simply involves a posturing of our hearts towards God and His righteousness.
Það er verið að gera með við staðsettum okkur gagvart Guði í hjarta okkar gagvart In other words, réttlæti hans. turning your hearts towards God, Með öðrum orðum að snúa hjartaðinu til Guðs. making Him your single focus. Að gera hann algjörlega að þínum eina fókus í lífinu. So when you position yourself and you posture your heart towards God, Þegar þú staðsetur lífið og hjartaðið gagvart Guði á þennan máta. and by the way, you need to make that a daily thing in your life. Og þú ætti að gera þetta sem eitthvað sem daglegt í lífið. And you need to say to God, Father, I just want to empty myself of these distractions. Og þú segir, Faðir, ég vil losa mig við þessar truflanir. I want to focus entirely on you today. Mér langar til þess að einblína á þig einvörðum. I want you to speak to my heart. Ég vil að þú tali til hjarta míns. Amen. Amen. Now, when you do this, Þegar þú gerir þetta, what happens is your conscience will become sharp and it will become clean. Meðvitund þín verður skörp og hún verður hrein. Romans chapter 8 verse 16 Rómarabrifið 8. kapli vers 16 says, segir, the Spirit Himself testifies with our spirits that we are children of God. og andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn. So my conscience is renewed, becomes clean. Mín meðvitund, hún verður hrein og hún verður eins og hún á að vera. My instinct becomes aligned with the will of God. Og það hvernig ég bregst við verður algjörlega í línu við það hvernig Guð er. In other words, Með öðrum orðum. I will not act impulsively on stuff anymore. Og það sem gerist það að ég verð ekki svona, sína ekki maður svona bráðlæti. You know, so many times something happens Það gerist hlutir and we act on impulse. og við sínum á okkur bráðlæti. But you know, sometimes God wants you and I to just wait. Stundum vill bara Guð að við býðum. What are you doing, God? Hvað ert að gera? What do you want me to do? Hvað vilt að ég gera? What reaction or, how should I respond to this? Hvernig ætti ég að bregðast við þessu? I believe God wants you to respond and not to react. Ég trúi því að Guð vilja að þú bregðist við en ekki sínu meðvirkni. A reaction is an impulsive, response to something. En ef við erum alltaf að bregðast bara við á sjálfrænan hátt. But when you truly respond, en ef þú sannarlega bregst við, you're allowing the wisdom of God into your life. Þá leifir visku Guðs að koma inn í lífið. And you're making a decision as if God Himself is making that decision for you. Og þú leifir Guð að taka ákvörðun þú leifir Guð að taka ákvörðun í raun og veru í gegn. So your instinct comes into alignment with the will of God. Og þetta bráðlæti hægt og það kemur í línu við Guð. And then when that happens, your inner communication with God becomes unhindered. Og þessi innri samskipti við Guð hægt að vera hindruð. It is like the road is open now. Það eins og bara vegurinn opinn núna. There's no more things blocking the way between you and God. Það ekkert sem að stoppa milli þín og Guðs lengur. You can now speak freely to Him. Þú getur talað frjálslega við hann núna. There's no things running through your mind all the time. Það ekkert sem að fara í gegnum hugaðinn. My spirit has free access to God. I can speak to Him freely. That's what He wants. Frjálsan aðgang að því að tala í gegnum lífið. And then my spiritual appetite begins to grow. Og andleg tungur mitt byrjar að vaxa. In other words, the desire for prayer and worship and the scriptures and God speaking to me, that begins to grow. Og það það að vera í orðinu og biðja og heyra Guð, það byrjar að vaxa í lífið mínu. So God desires Guð þráir to sanctify the deepest part of you. Og Guð þráir að helga dýpstu svið lífsins. So that you can relate to Him freely. Til þess að þú getur litið til hans og hort til hans í frjálslega. With no obstructions. Án þess að sé nein hindrun í veginn. Amen. Then He says,
not only your spirit, but that your soul be sanctified. Ekki bara andiðin heldur líka sálaðin verði helguð. What does this mean? Hvað þýðir það? It's about daily positioning my soul Það verður að gera með að staglega staðsetta sálu mína so that my mind is renewed. til þess að hugum minn sé endurnýjaður stöðuna. God wants to renew my mind every day. Guð vill endurnýja hugafar hugamins á hverjum There's degi. so much information that is fighting for a right to invade your mind every day. Og það svo mikið af upplýsingu sem að krefjast þess að fá að koma inn í hugaðinn á hverjum degi. On your phones, Í gegnum on síman, social media, í gegnum through samfélagsmiðla, your emails, í gegnum through tölvupósta, the news, í gegnum fréttir, through the things you watch on television. þar sem að horfa kannski sjónvarp. So much information is competing for your mind. Það svo miklar upplýsingar sem eru að keppa hugaðinn. But God wants to renew your mind. En Guð vill endurnýja hugaðinn. God wants His word to be the thing that is uppermost in your mind. Og Guð vill að orðið hans sé það sem ríkjandi í hugaðir. Romans chapter 12 verse 2 Rómarbréfið 12. kapli vers 2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good and pleasing and perfect will. Hefðu þeir eigi eftir öll þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjun guðafarsins, svo þið fáið að reyna hver vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. And maybe the reason why we cannot discern the will of God is because our minds are cluttered with all kinds of stuff. Og kannski það ástæðan fyrir því að við náum ekki að greina vilja Guðs vegna þess að hugur okkar fullur af alls konar öðrum hlutum. You don't need all that information, I promise you. Þú þarft ekki allar þessar upplýsingar flæði gegn hugaðar. There's some information you can do without. Það eru sumar upplýsingar sem allt í lagi að sleppa og láta fara inn í hugan. We need to fill our minds with the things of God and the Word of God. Við þurfum að fylla huga okkar af því sem að tilheyrir. So it means when my soul is sanctified, it means that my mind is renewed. Þegar sálin mín helguð, það þýðir að hugum minn endurnýjaður. It means I am taking a decision as to what is going to be on my mind. Og það þýðir að ég að taka ákvörðun það hvaða sem ríkjandi í hugan. Now here's a very important. There is an important way I want to show you how this happens. Það mjög mikilvæg leið sem að mér langar til að sýna hvernig þetta gerist. In Matthew chapter 6, í Matthews 7. kapla, the Bible says, and I think it's in the King James version. Ég trúi að þetta sé í King James þýðingunni. It says, take no thought. Hafið ekki áhyggjur af. By asking. Með því að spyrja. Or take no thought by saying. Ekki hugsa svona að segja. What shall we eat? Hvað þurfum við að borða? Or what shall we drink? Hvað eigum við að drekka? Or what shall we wear? Hverju við að klæðast? For your heavenly Father knows that you need them. Vegna þess að þín heimneski faðir veit að þið þurfið á þessu öllu að halda. And then he says, look at the birds of the air and the flowers of the field. Sjáðu blómin á akrinum og fuglan á akrinum. And here's the thing. Sjáðu til. Thoughts come into your mind all the time. Hugsanir leitast við að koma inn í huga okkar stöðulega. It is what you do with those thoughts that are important. En það hvað þú gerir við þessar hugsanir sem Now the secret is in Matthew chapter 6. En leyndardómurinn í Matthews 7. kapla. You can ignore a thought. Þú getur hunsað hugsanir. Or you can take a thought. Eða þú getur tekið hugsun. When you take a thought, þegar þú tekur hugsun, you take a thought by saying what that thought is. Og þú átt við hugsun með því að segja við hugsunina hvað hún By physically saying what that thought is. Með því að segja líkanlega hvað þessi hugsun When you do that, that það, thought now becomes part of you. Þá verður þessi hugsun hluti af þér sem þú segir. So, when a negative thought comes into your head, þegar
Þegar neikvæð hugsun kemur inn í huga þér, I mean, if somebody would say to Tina, you're not a good dancer at all, ef einhver myndi segja við Tinnu að þú ert ekki góð dansari, that would be a negative thought. það væri neikvæð hugsun. Then how do you stop a negative thought? Hvernig stoppa maður neikvæð What hugsun? do you do with that thought? Hvað gerir maður við þessu hugsun? What do you do with that accusation? Hvað gerir maður við svona ákæru? By speaking the truth of what God says about you. Það með því að segja sannleikan það hvað Guð segir okkur. So he says, take no thought saying, what shall we eat? Hafið engar áhyggjur af því hvað við þurfum að borða. In other words, don't entertain the thought Með öðrum orðum ekki leika ykkur að hugsuninni that you are að þú ert, broke að þú átt ekki pening or ugly og ljótur eða ljót or ineffective. og það hefur einhvern áhrif. Don't entertain that thought by saying it. Ekki leika með hugsunina með But when the thought enters your mind, heldur við að þegar hugsunin kemur inn í huga þér, begin to say what the Word of God says about you. byrjaðu þá að segja hvað orð Guðs segir þig. Now listen, this doesn't happen automatically. Sjáðu til þetta gerist ekki sjálfkrafa. You literally have to train yourself to do this. Þú þarft It has to raun og veru að þjálfa því að gera þetta. It has to be a daily exercise Þetta verður að vera dagleg æfing. where I come to the Lord and I say to Him, Father, Gabriela just told me that I'm silly. Ég þarf að koma Guð og segja, herðu, Gabriela sagði við mig, ég væri bara svolítið But fárúð. I'm not silly, Lord. En drottinn, ég er ekki I am your kjánaður. child. Ég er barnið. I'm wise. Ég A vitur. wonderful teacher. I have the wisdom of God inside of me. Ég er með visku Guðs innra með mér. Yndislegur kennari. So your mind is renewed. Og hugurinn endurnýjast. Renew your mind with what the Word of God says about you. Endurnýjaðu hugafari með hvað orð Guðs segir þig. Number 2, your emotions are healed and stabilized. Númer 2, tilfinningar þínar eru læknaðar og verða stöðugar. And sometimes God has to do a deep work in every one of us. Og stundum þarf Guð að gera djúpt verk í sérhverju okkar. But we daily need to come to God and say to Him, En við þurfum daglega að koma til Guðs og segja við hann. I'm so angry today. Ég er svo reiður í dag. I'm angry at Karen today, Lord. Ég er reiður út í Karin í dag. Because she looks better than me today. Vegna sem lítur sem er betur út heldur en ég í dag. It's okay. And we need to say to the Lord, Lord, just heal my jealousy. Ég hafa bara læknaði öfundsýkin í mér. Heal my heart, Lord. Læknaði hjarta mér. Heal the way that I feel. Læknaði hvernig mér líður. Your desires then must shift from sin to righteousness. Þá getur hugsun þín skipst yfir frá úr því að vera í synd. When my soul is sanctified, then my desires begin to shift. Þegar sála mín er helguð, þá breytast þrár lífsmíns. I no longer have an inclination to do the things that I used to do. Þá hef ég ekki lengur löngun til að gera það sem ég gerði áður. You know those slippery things that we sometimes want to get involved in? Ef við tölum bara þessar hluti sem okkur langar til þess að kannski aðeins að heimsækja sem ekki góð fyrir okkur. I begin to lose that desire. Og þá byrjum maður að missa þessa löngun að gera það sem rangt er. And then finally my identity becomes rooted in Jesus. Og senustu mitt einkenni verður rótfest í því hver Jesús er. Og í Jesú. And not in the things that have happened to me. Og ekki þeim hluti sem hafa komið fyrir í lífi mínu. Or even my culture. Eða hvernig kultúrin minn er. My identity is in Jesus. Einkenni mitt í Jesú, ekki kultúrin. Amen. Amen. Now listen, folks. In order for us to have our souls renewed by the Lord and to be sanctified, Til þess að við getum séð sála okkar breytast. It's going to require every one of us to come into His presence. Þá krefst það þess að við öll komum inn í nærveru hans. And literally be vulnerable. Og að við verðum sannarlega bara að komast á þann stað að við séum veik fyrir. It means coming to Him and saying, this is how I feel today.
og bara lýsa þið fyrir honum hvernig mér líður í dag. I'm wounded today, Father. Ég bara særður í dag. I'm angry today. Ég reiður í dag. I'm excited today. Ég spenntur í dag. I'm frustrated, Ég Father. ógeðslega pirraður í dag. We need to come to Him and literally just say this to Him. Og við þurfum að koma til hans og segja þetta við hann. And then say, Father, I know that this is not the way you want me to feel. Og segja hann, Faðir, ég veit að þetta ekki hvernig þú vilt að mér líði. And so I ask you that you now heal me. Og ég biði nú að þú hjálpar, þú læknir mig. I give you this negative emotion. Ég gef þér þessa neikvæðu tilfinning. And I'm asking today that you replace that with something that is good and pleasant from you. Og ég biði fyrir að þú skipti því út fyrir eitthvað sem að gott og einlega gott frá þér. Now David's experience as a shepherd was unique. Reynsla Davíð sem hirðis var einstök. Because in Psalm 23 verse 3, David says, He refreshes, He restores my soul. Hann endurnýjar og hann lífgar sálu mína. He guides me along the right paths for His name's sake. Og hann leiðir mig rétta vegusving fyrir sakir nafnsins. Allow the Lord to restore your soul today. Leyfðu drottni að endurnýja sálu þína. Allow Him to deal with that deep part of you Leyfðu hann að eiga við þetta djúpi lífsins that has become closed. sem orðið lokað. That part of you that only manifests when you're alone in a locked room and the lights are off and now you're torn apart. Og það sem að á sér einnig stað og ofnbæri einnig styrðu átt einn og það slökkt ljósið út bara algjörlega einn. And allow the Lord to deal with that. Og leyfðu drottni að eiga við það. Allow Him to heal you from all of that. Leyfðu honum að lækna þig af öllu þessu. Jesus said in Matthew 22, Jesús sagði í Mattheus 22, love the Lord your God with all your heart, elskaðu drottni Guð þín af öllu hjartaðinu, all your soul, með allri sáluðinni and with all your mind. og öllum hugaðinu. Love Him with your emotions. Elskaðu hann með tilfinninguðinu. And then finally, Og síðan af lokum, sanctification of the body. helgun líkamans. What does that mean? Hvað þýðir það? It means placing my body in subjection to the will of God. Það þýðir að setja líkama okkar undir vilja Guðs. In other words, allowing the Holy Spirit to transform you Að leyfa heilugum anda að umbreyta þér. so that now you use your body for righteousness Þannig að þú núna notar líkamaðin til réttlætis and not sin. en ekki fyrir synd. Romans chapter 6 verse 13 says this. Rómarbréf 6 vers 13 segir. Says, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Ekki gefa, okay, this is Romans 6:13. 6:33. Okay, I'll read the whole verse. Okay. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Jáið ekki heldur syndinni limi eða rjánglætisvopnum, heldur bjóðið sjálfa eða Guði sem lifnaði frá dauðum og lími eða Guði sem réttlætisvopn. Perhaps we need to say, Lord, these hands I dedicate to you to be hands, the hands of love and healing and provision. Og leyfa honum að koma að lífiðinum og lækna þig. And I dedicate these feet to you to only go where you would want me to go. Ég geði fætur mína til þess að fara einungis þangað sem ég á að fara. I dedicate these ears to you so that I may only hear what you want me to hear. Og ég helga þessi eyru þér að ég megi heyra einungis það sem ég á að heyra. And I close my ears to all negative voices. Og ég loka eyru mínu fyrir gömlum neikvæðum röddum. And the same you do with your eyes. Og sama gerir við augun. Commit every part of your body to Him. Að gefa allan líkamaðinn honum. When that happens, Þegar þú gerir þetta, your habits þá byrja venjur þínar. will become holy. Það verða venjur þínar heilar. Your sexuality is now brought under the design of God.
og þeir 1000 kynvera komið undir í yfirvald Guðs. 1 Thessalonians 4 verse 3-4 says, Fyrsta Þessalóníkubréf 3-4 segir, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Okay. You got it? No. Chapter 4, 3-4. 1 Thessalonians 4, 3-4. Okay. Það vilji Guðs að þér verðið heilagir. Hann vill að þér haldið frá fryllulífi, að sérhver yfir hafið vita og halda líkama sínum í helgun og heiðri. And then, when you offer to God your body in sanctification, your tongue becomes disciplined. Og þegar þú gefur Guði líkamann í helgun, þá kemur ægi yfir tunguna hennar. The tongue is probably one of the smallest parts of the body. Tungan líklega minnsti limur líkamans. But it is the most difficult part to bring under sanctification. En þetta erfiðasti limurinn til þess að koma helgun yfir. Because we so often verbalize what we think. Vegna þess að við höfum tilhneigingu til þess að tjá það sem við hugsum. Without even considering the consequences. Og það annars að velta fyrir okkur afleiðingum. The Bible says life and death are in the power of the tongue. Líf og dauð á tungunum valdi, segir Biblían. And the things that we say eventually begins to manifest. Og það sem við segjum, það í raun og endanum byrjar að opinbera sig. The Bible, James chapter 3 verses 7 and 8 says this. Jakobsbréfið 3 vers 7-8. 7-8 segir, all kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Allar tegundir dýra og fugla og skriðkvikindi og sjáardýr má temja og hafa mennirnir tamið, en tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem full af banvænu eitri. And one of the things that God wants to do as He brings you into the process of sanctification is to tame your tongue, tame what you say. Og eitt af það sem Guð vil gera þegar hann vil koma með inn í helgun að temja tunguna þína. And then finally, og síðan að lokum, your physical life becomes an offering to God. Og síðan það lokum þá verður lífið líkamlegt lífið fór til Guðs. And then Paul says in Romans 12 verse 1. Og Paul segir í Rómarbréfinu 12. kapla. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Því brýni ég þau bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði sjálfa yður að lifandi heilar í Guði þóknanlegri fórn, það sönn og rétt Guðs dýrkunna við þær hendi. I think the decision is, ákvörðunin whose instrument do I want to be? Þetta spurningin þetta, Do I want to be vil ég vera? the instrument of Jesus or the instrument of the enemy? Vil ég vera verkfæri fyrir Jesú eða verkfæri fyrir ofni? And so in order to become His instrument, Til þess að verða hans I offer my body as a living sacrifice. Til þess að verða hans verkfæri þá gef ég sjálfan líkama minn sem helgfórn til hans. Amen? Amen. And so, in closing, Og að lokum, Paul says, þá segir Páll, may God Himself, megi sjálfur friðarins Guð, the God of peace, Guð friðarins, sanctify you through and through. helgi yður algjörlega. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Megi Christ. andi yðar, sál og líkami varðveitast alheil og vamlaus við komu Drottins Jesú Krists. The one who calls you is faithful, Sá trúr sem yður kallar, and He will do it. og hann mun koma þessu til That's the secret. Þetta leyndardómurinn. It's something you cannot do for yourself. Þetta ekki eitthvað sem þú getur gert sjálf. It's about submitting to Him. Þetta
hefur að gera And með say að to gefa him, Guði. God, I come to you and I'm asking you, sanctify me. Og þetta hefur að gera með að við segjum við Guð, ég kem til þín og Cleanse ég me. bið að hreinsa mig, ég bið að helga mig. Sanctify my spirit. Helgaðu anda minn, Sanctify my soul. helgaðu sálu mína, So that this body til þess að þessi líka mig can glorify you geti helga in þig everything and in every way. í öllu og öllum hlutum. Father, we thank you for your word tonight. Takk fyrir orðið til í kvöld. Thank you today, Father God, that you invite us into that process with you. Og þú býður okkur inn í hennan feril með þér. In that process where you work with us. Í þessum ferli þar sem þú vinnur með okkur. Job went through that process. Job fór í gegnum hennan feril. And Job testified Og Job vitnaði that God would try him að Guð myndi and reyna test him og reyna. and he would refine him. Og hann myndi reynsa. And then he said, when he has tried me, Og síðan sagði hann þegar hann hefur reynt mig, I shall come forth as pure gold. að þá mun ég verða sem hreint Guð. And that, Father, is what you're wanting to produce in every one of Og us. það það sem þú þráir til þess að færa fram í lífum okkar allra. People that are living, breathing, walking conduits of the presence of God. Það sem að fólk sem lifandi, gangandi og gerandi það sem það að gera algjörlega sína fram og þau að ganga í nærveru Guðs. And I pray today that every one of us Það sér hvert okkar. would submit ourselves to that daily process Gif okkur algjörlega þessum daglega ferli. of allowing the Holy Spirit Að lifa heilugum anda. to fashion us Til þess að móta okkur and form us og til að gera form okkur. into the image of Christ. Inn í ímynd Jésu Krist In sjálfs. Jesus' name. Í Jésu nafni. Amen. Amen. So, we've come to the end of our service today. Við erum að ljúka þessari samkomu hérna í dag. Thank you for being here. Takk fyrir að vera með okkur. Now, if there's anybody here that needs prayer, Ef það einhver hérna sem vil fá fyrirbæn, I want you to come onto this side and we're going to pray for you. ég ætla að biðja ykkur að koma hérna til hliðar og við munum biðja fyrir þér. What we also want to do today En það sem okkur langar til að gera líka í dag, is we want to take an offering. okkur langar til að taka fórn. And so Gabi's going to be here, and there's a basket if you have cash. And if you brought your card with you, you can bring it and you can sow into this ministry. Og þú getur borgað bæði með peningum og þú getur borgað með korti eða þú veist. All we want to do is glorify the Lord and spread the gospel. That's all. Við viljum bara gera Guði dýrlegan og dreifa fagnaðar. We're not interested in anything else. Við höfum engan áhuga á neinu öðru. We thank the Lord for everything that is already provided for us. Og við þurfum þakklátt Guði fyrir það sem er okkur gefið. But our desire as a ministry is so that others may know. Og okkar þrá sem þjónusta er að aðrir megi þekkja. And so we ask you to help us to do that. Og við byrjum að hjálpa okkur að gera það. You can give your offering and you can come to the front and lay your offering at the feet of Jesus. Og þú getur komið og þú getur lagt fórn þína við fætur Jésu. Thank you so much for being here. God bless you. Takk fyrir að vera hérna og Guð bless ykkur. Við sjáumst.